Góðan daginn. Heyrist okkar í mér og allir sáttir. Kæru kandidatar, ágæta starfsfólk Háskólans á Akureyri og aðrir góðir fallegir gestir. Til hamingju með daginn. Ég heiti Óðinn Svan Óðinsson, ég dagskrárgerðarmaður hjá RÚV og fjölmiðlafræðingur hérna frá Háskólanum á Akureyri. Og ég fengi það stóra verkefni að leiða ykkur í gegnum þessa veislu hérna í dag. Það eru þið, kæru kandidatar, sem vil óska sérstaklega til hamingju með daginn. Þetta er ykkar dagur og nú komið að því. Endamarkið hér og við getum ímyndað okkur að þetta sé eins og maraþonhlaup sem þeir eru búin að vera að fara í gegnum. Það eru svona 50 metrar eftir. Og það er eiginlega ekki hægt að klúðra þessu héðan af nema þið dettið í stiganum eða eitthvað svoleiðis og bara í guðanabænum sleppið því, það er vandræðalegt fyrir okkur öll. Nokkur praktísk atriði eins og í öllum góðum veislum þá ég vil biðja ykkur að slökkva á símum. Það eru glæsilega ljósmyndarar út allt sem taka miklu betri myndir en þið getur nokkuð sem gert á ykkar Samsung Galaxy síma, þannig að við skulum bara sleppa því en þessar myndir verða ykkur að kostnaðarlausu eftir athöfn. Svo myndakassi frammi allavega 1 frekar en 2 og þannig að það ætti að vera til góðar Instagram myndir eftir þessa veislu. Dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans, flytur ávarp en hann mun ganga í salinn ásamt Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis viðskipta og raunvísindasviðs, Elínu Díönu Gunnarsdóttur, starfandi forseta hug félagsvísindasviðs og deildarforsetum fræðasviða. Þetta eru allt mjög flóknir titlar en þetta er allt glæsilegt fólk. Ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Góðan daginn. Velkomin að Háskólahátíð 2025. Það gleymist náttúrulega alltaf þegar maður kemur með þetta á spjaldi að það þarf að kveikja á öllu dæminu en verið velkomin, kæru kandidatar, aðstandendur, samstarfsfólk og aðrir góðvinir skólans. Það er heiður að fá að segja nokkur orð við brautskráningu kandidata frá Háskólanum á Akureyri. Að brautskrást úr námi á háskólastigi eru alltaf tímamót. Þessi dagur þýðir að þið og aðstandendur ykkar hafið náð settum markmiðum. Háskólahátíð Háskólans á Akureyri er sameiginleg hátíð okkar allra og það að vera hér í dag gerir háskólasamfélagið okkar sýnilegt. Þannig bara verið velkomin enn og aftur. Þessa helgi brautskráir Háskólann á Akureyri 591 kandidat og er þetta stærsti brautskráningarhópurinn frá upphafi skólans. Þessi stóri hópur endurspeglar stöðugan vöxt skólans og fleiri hafa sótt nám fyrir næsta ár en nokkru sinni fyrr. Þetta er okkur mikið gleðiefni og sýnir að stöðug vinna til að efla og styrkja nám og rannsóknir hefur skilað sér til þeirra sem eru leitað áhugaverðu og krefjandi háskólanámi. Námsformið hjá Háskólanum á Akureyri er fjölbreytt. Það er ljóst að sveigjanlega námið með lotum hér fyrir norðan hentar fólki. Það gerir Háskólanum á Akureyri kleift að mennta fólk allt land og einnig víða erlendis. En það gleymist stundum að við erum líka með stóran hóp stúdenta sem eru hér á svæðinni eru dugleg að gera skólan að sínum með viðveru sinni á háskólasvæðinu. Þið sem eruð hér í dag eruð að brautskrást úr framhaldsnámi skólans. Alls eru þið 161 kandidat. Þið völduð að vera við námi hérna og á undanförnum árum hafið þið dýpkað þekkingu
elt sérfræðikunnáttu, annarkvort til að gera betur í núverandi starfi eða jafnvel til að eiga tækifæri til að breyta til. Vöxtur og styrking náms gerist ekki í tómarúmi og hér vil ég beina þökkum mínum til kennara og starfsfólks skólans. Það leggur metnað í að búa til umgjörð fyrir fjölbreytt nám og kennslu sem liður í að skapa nýja þekkingu. Það ykkur að þakka að Háskólinn á Akureyri hefur áunnið sér traust bæði á meðal stúdenta og samfélagsins sem við þjónum. Háskóli ekki einungis vettvangur kennslu og rannsókna. Hann líka samfélag. Háskólinn á Akureyri eins og við öllum vitum held ég, staðsettur utan höfuðborgarsvæðisins og því gegnum við mikilvægu hlutverki á Akureyri, á Norðurlandi og landsbyggðinni allri. Á þeim nærri 38 árum sem skólinn hefur starfað, hefur hér verið byggt upp öflugt þekkingarsamfélag. Það samfélag þjónar öllum byggðum landsins og gerir íbúum dreifðari byggða kleift að sækja sér háskólanám. Þetta skiptir okkur miklu máli. Þetta skiptir líka máli ekki aðeins fyrir svæðið, heldur fyrir landið allt. Við erum stærsti skólinn á landinu sem menntar fólk í heimabyggð. Þannig tryggjum við að ný þekking dreifist landið og sé ekki bara bundin við eitt stað á landinu. Þetta mikilvægt fyrir byggðum allt land að þekking og nýsköpun fá að lifa og dafna eins sem víðast. Og í viðræðum við hugsanlega sameiningu háskólans við Bifröst höfum við alltaf lagt áherslu á það að hér starfi áfram öflugur landsbyggðarháskóli sem stuðli að búfestu í landinu öllu. Ein birtingarmynd samfélagsins hér á háskólanum á Akureyri það ráðstefnur og viðburðir sem við stöndum reglulega fyrir. Með þeim opnum við dyr fyrir samtal, fyrir þekkingarmiðlun og nýsköpun sem eflir tengsl milli fræða og samfélags. Á skólaárinu sem að líða má til dæmis nefna nýlega ráðstefnu sem var í samvinnu við utanríkisráðuneytið sem bar titilinn Norðurslóðir í breyttum heimi. Þar var rætt minnkandi öryggiskennd í þessum víðferma heimshluta sem á stærð við Afríku og það lykilhlutverk sem litla Ísland gegnir. Einnig var haldin hér ráðstefna gæði kennslu, þar sem fræðafólk ræddi áskoranir nútímans og mikilvægi nýrra kennsluaðferða við að miðla þekkingu í síbreytilegum heimi. Sjóneykinn, hin árlega ráðstefna heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs lagði áherslu á eflingu farsældar og hvernig mætti tryggja að allir einstaklingar óháð getu hafi tækifæri til að leggja sitt til samfélagsins. Þetta hagsmunamál fyrir okkur öll. Að lokum má einnig nefna ráðstefnuna löggæsla á samfélagið sem haldin á hverju hausti og hefur skapað mikilvægan vettvang fyrir umræður öryggi, traust og þróun í samskiptum almennings og lögreglu. Ein leiðin til að halda áfram að læra að fylgjast með því sem við erum að gera hérna við Háskólann á Akureyri. Þið gætu til dæmis mætt á einhverju ráðstefnu í framtíðinni því þær eru flestar í streymi. Og þannig efliði kunnáttukar til framtíðar. Þessar ráðstefnur og aðrir viðburðir eru dæmi hvernig háskóli ekki einungis til staðar fyrir stúdenta og fræðafólk, heldur fyrir samfélagið allt. Háskólinn á Akureyri og starfsfólk hans leggur þannig áherslu á að vera virkur þáttakandi í samtímanum. Það gerir hann með því að miðla rannsóknum bæði út frá fræðilegum forsendum og hagnýtum þörfum samfélagsins. Kennarar og starfsfólk skólans mynda líka samfélag, þar sem þekking og kennsla í beinu sambandi við stúdenta skólans. Þá skiptir ekki máli hvort þið eruð í fjarnámi með lotum eða eruð búsett á Akureyri og mætið reglulega hingað í skólan. Báðir hópar stúdenta mynda sín samfélög á netinu, á staðnum og í lotum hér á Akureyri. Í þessum lotum unnuðu ofta verkefnum, rædduð fræðin, kynntust hvort öðru og kynntust kennurum skólans. Ég vona að sem flest ykkar brautskráist með nýja vini og framtíðar kollega kannski í farteskinu. Saman mynda svo kennarar, stúdentar og starfsfólk þekkingarsamfélag sem mikilvægt fyrir Ísland. Það lykillinn að frekari þróun háskólans að við höldum áfram að eflast og stækka og verðum við vonandi einhvern tímann í framtíðinni annars stærsti háskóli landsins. Kæru kandidatar, þið hafið svo sannarlega verið mikilvægur hluti að samfélagi okkar hvar sem þið búið á landinu. Ég vona að þið brautskráist héðan ánægð
og fulls trausts með þá þekkingu sem þið hafið aflað ykkur. Þið hafið að vísu ekki aðeins lært á bókina eða í verkefnum, heldur hafið þið mörg ykkar tekið virkan þátt í uppbyggingu námssamfélagsins og starfinu hérna á háskólanum. Stúdentar sitja til dæmis í mikilvægum nefndum og ráðum og eiga meðal annars sæti á deildarfundum og í háskólaráði. Þannig tryggt að núverandi stúdentar háskólans hafi áhrif á háskólans þegar þeir eru hér við nám. Þeir stúdentar sem taka þetta verkefni að sér leggja á sig mikla vinnu samhliða námi með því að starfa í stúdentafélögum, sinna hagsmunagæslu og halda utan fjölbreytt félagslíf. Störf þessara einstaklinga gera háskólan að ykkar háskóla. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega þakka öllum þeim stúdentum sem hafa sýnt frumkvæði og ábyrgð með því að taka virkan þátt í lífi og starfi skólans, unnið að framförum og tryggt öflugt félagslíf. Einnig hefur stór hópur ykkar verið rödd háskólans út af við, kynnt námið okkar og tryggt að verðandi stúdentar hugsi til okkar sem valmöguleika þegar hugað er að háskólanámi. Þetta skiptir okkur sköpum og við tökum þessari vinnu ekki sem sjálfsögðum hlut. Það til dæmis þessari vinnu að þakka að við erum að fá svona marga nemendur sem hafa áhuga á námi hér. Við vonum einnig að þið sem eru að brautskrást í dag talið háskólan áfram sem góðan kost til náms. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri og allra sem hér starfa vil ég þakka ykkur innilega fyrir allt það sem þið gerðu til að bæta háskólan. Þó við séum að gera góða hluti hér, þá má alltaf gera betur. Ég legg til að við klöppum fyrir þessu frábæra fólki. Takk. Kæru brautskráningarnemar, framtíðin sem býður ykkar er ekki endilega einföld, en hún er opin og býður upp á tækifæri til að nýta þekkinguna á fjölbreyttari hátt en kannski ykkur óarar fyrir. Hafið hugmyndaflug til þess að hugsa það. Það ykkar að móta þá framtíð sem þið viljið og hafa áhrif á þeim vettvangi sem þið hafið valið ykkur. Ég vona að þið gerið það af ábyrgð og látið gott af ykkur leiða. Háskólinn á Akureyri er í dag og hefur alltaf verið stoltur af þeim sem brautskrást hérðan. Við vitum að þið eigið eftir að láta til ykkar taka hvert sem leið ykkar liggur. Takk fyrir að hafa verið hluti af samfélaginu okkar, gangu ykkur vel og hjartanlega til hamingju. Ég lofaði víst veislu og í öllum góðum veislum er tónlistaratriði og við ætlum að fá háæðinginn Ágúst til að koma hérna upp á svið. Skulum gefa honum gott klapp. Kannski á meðan hann Ágúst er að gera sig kláran þá er gaman að segja frá því að fræðarsól hans, þó hún hafi risið mjög hátt í söngvakeppni Sjónvarpsins núna á dögunum, þá reis hún auðvitað uppálega hér innan veggja Háskólans á Akureyri en Ágúst stundaði nám í viðskiptadeild og sló í gegn þar, skilst mér. Hann var líka nýttur sem andlit skólans í alls konar auglýsingaherferðum en svona andlit kemur ekki úr hverju goti, skilst mér. En reyndar var mammans átti 3 alveg eins því að Ágúst er þríburi og Háskólinn á Akureyri er klókur og notaði þau öll 3 systkin í þessa auglýsingaherferð og enda er metskráning í skólan. Þannig að þetta er allt eins og þetta á að vera. Hann ætlar að flytja lagið Á leiðinni, hann Ágúst, sem er lag eftir hann sjálfan og Hákon Guðna Hjartarson. Við skulum bara take it away. Takk hérna fyrir. Heyrið mér eða? Já, takk hérna fyrir þetta, Óðinn. Þetta eru sönn orð. Herðu, ég ætla að fá að syngja eitt hérna frumsömmulag sem kom út fyrir 2 dögum síðan. Ég ætla að vera ótrúlega svona tengja við ykkur svona sem BS-nemi og svona en þetta eru meistaranemar, þannig að ég get ekki alveg talað við ykkur í þeim efnum en þetta lag snýst svolítið bara svona elta draumana og þið svona eru sannlega að fara að gera það. Þið náttúrulega getið ekki sungið með það þegar þið kunnið þetta ekki en þið getið allavega hlusta og reynt að tengja við þetta. Ég stoppa alltaf stund og kveði svo strax. Við sögur 5. dag og verð til sunnudags. Svo sárt að horfa á þig, horfa eftir þér. Með spurningar í augunum og hverju þér. Samt
eftir þetta allt sem ég valdi mér og engum missa af ég á leiðinni reyna að gera allt það þess virði verð að koma strax ég á leiðinni á leiðinni hvenær mun ég hætta þurfa meira fyrir ég að ég ætta að reyna ég vil komin áður en þú veist ég á leiðinni hringið heim að leggjast þetta vonina að sé eins og hún var hlakka til að fá að heyra alla söguna hverju misti ég allt veist ég verð að fá að gera þetta draumana veit að þú verður það við hlið nótt sem dag reyna að gera allt það þess virði verð að koma strax ég á leiðinni hvenær mun ég hætta þurfa meira fyrir ég að ég ætta að reyna ég vil komin áður en þú veist ég á leiðinni Takk fyrir. Já, hann ekki bara myndalegur, við fáum aftur Ágúst hérna eftir að taka annað lag, en nú komið að því sem að þið eru öll mættingað til þess að gera aðalmáli hérna í dag. Það komið að brautskráningu kandidata. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar og hverju braut eða deild, en það þó alveg sjálfsagt að klappa þegar það eru veittar viðurkenningar. Fyrst brautskráir Brynjar Karlsson, forseti sviðskandidata af heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviði og honum til aðstoðar eru deildar forsetar fræðasviðs. Það má klappa. Kæru kandidatar, samstarfsfólk, góðir gestir. Gleðilega hátíð. Í dag er nefnilega hátíð, háskólahátíð, uppskeruhátíð. Á hátíðarstundum eru miklar tilfinningar sem berjast innra með okkur. Ég var í útskriftarveislu daginn þar sem faðirinn lýsti því í ræðu að hann hefði grátið alla athöfnina. Viðbrögð útskriftarnemans, dóttur hans, voru ægipabbi. Mín viðbrögð voru að hafa samband við Sólveigu Maríu athafnastjóra hérna til að athuga hvort þið þyrftum ekki að skafta vasaklúta. En þetta er greinilega lausn að leita vandamáli því ég sé ekkert með brosandi andlit hérna í dag. Kæru kandidatar, það hefur kostað ykkur blóð, svita og tár að ná árangreinum sem að þið fáið vottaðan hér í dag. Tár, já við vorum að ræða það, en það eru vonandi bara gleðitár sem falla við útskrift og öll hin tárin þau gleymast. Vonandi hefur ekki mikið blóð runnið í náminn ykkar nema þá bara æðarnar á okkur. Hjúkrunarfræðingar taka þó blóð hvort úr öðru til að æfa sig í blóðtökum og í líftækninni þá vinna nemendur með blóð á rannsóknarstofunni. Og svo sjá sjávarútvegsfræðingarnir líka blóð. Það er í námskeiðinu sem ég man aldrei hvað heitir en held alltaf að heiti flökun 1. Heitir það kannski vinnslutækni eða allavega kennd blóðgunn og annað en sko þetta síðasta með svitan að svitin er það sem að sprettur fram þegar maður reynir á sig og að reyna á sig er eina leiðin sem að ég þekki til að ná árangri og þið hafið svo sannarlega reynt á okkur til að vinna ykkur inn réttin til að taka við skírteinunum sem eru hérna í bunkum á bakvið mig. Og nú ætla ég að hætta að láta ykkur bíða með tár og kvarmi, svit á enninu og blóðið ólgandi í æðum og hefja afhendingu skírteina.
Af heilbrigðis, viðskipta og rauðvinstasviði brautskrást 69 kandidatar af meistarastigi. Þar af eru 10 kandidatar sem brautskrást úr meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun og fá skírteini sín afhent á hátíð Háskólaseturs Vestfjarða á Hrafnseyri þann 17. júní. Þau eru Andrew Michael F. Pinsent, Aubrey Lind Newland, Benedek Ragozzi, Emily Pajic, Johannes Stein, Laura Elisabeth Lyle, Marjolin Rika Nitzing, Owen Alexander Korman Rey, Sophie Martel og Tabea Maria Jacob. Nú fer fram brautskráning frá auðlindadeild og ég vil biðja Margréti Auði Sigurbjörnsdóttur deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Nú verður brautskráður kandidat með MS-próf í auðlindafræði, Radoslav Boleslav Duciak. Og þetta var ekki lengi gert, þá er lokið brautskráningu frá auðlindadeild. Nú fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild. Ég vil biðja Sigríði Síu Jónsdóttur, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Þetta er aðeins stærra verkefni. Nú verða brautskráðir kandidatar með MS-próf í heilbrigðisvísindum. Anna María Bjarnadóttir. Ása Sæjun Eiríksdóttir, Ásdís Ekkart, Ásgerður Kristín Gylfadóttir. Ragnheiður Böðvarsdóttir, Bryndís Hulda Ríkarsdóttir. Díana Hilmarsdóttir. Díana Sif Ingadóttir. Edda Rún Sverrisdóttir. Eygló Björg Helgadóttir. Greta María Birgisdóttir. Guðrún Birna Gísladóttir, Hrefna Hafdal Sigurðardóttir, Jóna Ósk Antonsdóttir, Katrín Ólafsdóttir, Pála Sigríður Tryggvadóttir, Rannveig Elíasdóttir, Sigríður Atladóttir, Sunneva Björk Gunnarsdóttir, Svafa Magnea Mattíasdóttir, Þorbjörg Inga Ásbjarnadóttir, Þórgunnur Birgisdóttir. Þá er lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Takk sér. Nú fer fram brautskráning frá iðjuþjálfunarfræðideild og ég vil biðja Sólrúnu Óladóttur, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar.
Nú verða brautskráðir kandidatar með viðbótar diplómu í iðjuþjálfun til starfsréttinda. Birgitta Ína Unnarsdóttir. Birna Sól Danielsdóttir. Bjarkey Heiðarsdóttir. Kassandra Björk Vilhelmsdóttir. Emma Ósk Margrétardóttir. Erna Rut Elvarsdóttir. Guðborg Björk Sigtryggsdóttir. Guðrún María Pétursdóttir. Hekla Björt Birgisdóttir. Helga Benediktsdóttir. Hildur Þorlindsdóttir. Hrefna Dagbjört Arnardóttir. Hulda Emilsdóttir og Inga Fríða Guðbjörnsdóttir. Kristín Edda Sigurðardóttir. Hún hlýtur viðurkenningu frá Iðjuþjálfafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn í iðjuþjálfun til starfsréttinda. Lilja Logadóttir. Linda Björk Friðgeirsdóttir. Lovísa Brynjarsdóttir. Margrét Jóhannsdóttir. María Rut Þórðardóttir. Nína Rún Sigurðardóttir. Rebekka Lind Hjaltadóttir. Sandra Dís Sigurðardóttir. Silja Þorsteinsdóttir. Steinunn Björg Gunnarsdóttir. Tanja Lilja Jónsdóttir. Telma Lísa Elmarsdóttir. Þórunn Sunneva Pétursdóttir. Og þá lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræði deild. Nú fer fram brautskráning frá viðskiptadeild og ég vil byrja Sigurð Ragnarsson, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Nú verður brautskráður kandidat með MS-próf í viðskiptafræði og það Sigurjón Þórsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með MM og MS-próf í stjórnun. Fyrstur Árni Freyr Ársælsson. Nú ég ekki alveg viss að mér takist að bera fram nafnið, en það Gabriel Kudjó Abenjo. Takk. Gunnar Ingi Lárusson. Ég ætla að biðja þau aðeins að yngra við, því að þú hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn til meistaraprófs á fræðasviðinu. Kristinn Þór Ingvarsson. Ólöf María Stefánsdóttir. Sverrir Bergmann Magnússon.
Valdimar Gunnar Sigurðsson. Og þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild og af sviðinu öllu. Takk fyrir. Já, ég var eitthvað að barma mér yfir því að þurfa að þekkja þessi starfsheiti hérna áðan, en þakka fyrir að þurfa ekki að þylja upp nöfnin. En næst ætlar Elín Díana Gunnarsdóttir, starfandi forseti hug- og félagsvísindasviðs, að brautskrá kandídata á sviðinu og henni til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðs. Kæru kandídatar, ágæta háskólasamfélag og aðrir góði gestir. Það er mér mikil heiður að vera með ykkur í dag og fagna þessum merka áfanga í lífi ykkar, þó ekkert ykkar sé nú að gera þetta í fyrsta skipti. Það er alltaf jafn skemmtilegt. Í dag fögnum við afrekum ykkar jafn stórum sem smáum, en öll hefa þau krafist þrautseigju, aga, þolinmæði og æðruleysir. Háskólanám er nefnilega aldrei einföld vegferð og á síðustu ár hafa borið með sér margvíslegar áskoranir. En einmitt í áskorunum felast tækifæri til þroska og vaxtar. Þegar við tekist á við verkefnin sem fyrir ykkur hafa legið, leita lausna, beitt gagnrýni hugsun, unnið í samstarfi við aðra og sýnt sveigjanleika í nálgun ykkar. Þessi hæfni á eftir að koma sér að góðum notum og hefur örugglega gert það nú þegar. Því við lifum á tímum mikilla breytinga þar sem tæknin með þróu gervigreindar í fararbroddi hefur nú þegar áhrif á það hvernig við vinnum, lærum og sköpum. Hún býður upp á nýja og fjölbreytta möguleika en kallar einnig á siðferðislega umræðu og vangaveltur. Hér gegna háskólar lykil hlutverki. Að vera ekki aðeins vettvangur þekkingasköpunar heldur einnig staður gagnrýnnar hugsunar og siðferðislegrar ábyrgðar. Þið, kæru kandídatar, eru nú hluti af þeirri viðleitni, ekki bara aðlagast nýjum tækniheimi, læra á ChatGPT og þess aftar, heldur mótan af ábyrgð. Á þessum tímamótum vil ég alveg sérstaklega beina sjónum að hlutverki okkar allra í að skapa réttlátt, fjölbreytt og inngildandi samfélag. Staðreyndin er sú að það hafa ekki allir jafnan aðgang að menntun og tækifærum. Það fá ekki allir tækifæri til að láta rödd sína heyrast. Og það eru ekki allir sem finna sig örugga í samfélaginu sem við tilheyrum öll. Háskólinn á Akureyri hefur lagt áherslu á að byggja upp samfélag þar sem fjölbreytileiki er styrkleiki, ekki undantekning. Þar sem mismunandi sjónarhorn mætast og skapa dýpri skilning. Þar sem ólíkar raddir fá að heyrast og móta umræðuna og þið, kæru kandídatar, hafi verið hluti af þessu samfélagi og gert það ríkara með ykkar þáttöku. Þið hefur lært að hlusta, ekki bara á fyrirlestra, heldur á hvert annað. Þið hefur æft ykkur í að skiptast á skoðunum, á gagnrýnin og ekki segður uppbyggilegan hátt og þið hefur upplifað hvernig samvinna ólíkra einstaklinga auðgar. Það er einmitt þessi reynsla, þessi hæfni að hlusta, að ræða, að rýna og að byggja upp sem gerir ykkur ómetanlega þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Nú þegar þið hefði næsta kafla, hvort sem hann felur í sér áframhaldandi nám, og þið vitið að við erum með doktorsnám hér, eða hefði störf eða eitthvað annað, þá vil ég hvetja ykkur til að halda áfram að beita rödd ykkar og þeirri hæfni sem þið hefði öðlast til að byggja samfélag sem er sanngjarnt og opið öllum. Kæru kandídatar, megi dagurinn í dag verða eitthvað hvatning, ekki aðeins til að fagna því sem áunnist hefur, heldur til að leggja ykkar að mörkum áfram. Notið tækifæri í lífinu, notið ykkar tækifæri í lífinu til góðs, fyrir ykkur sjálf, fyrir samfélagið og fyrir framtíðina. Og nú að brautskráningunni. Nú fyrst fer fram brautskráning frá félagsvísindadeild. Engin kandídata er viðstaddur en þau sem brautskráð
skrást eru Hjördís Guðmundsdóttir sem brautskráðist úr rannsóknartengdu meistaranámi í félagsvísindum en Hjördís er með hæstu meðalengun meistaranema við sviðið og fyrir það fær hún viðurkenningu frá hug- og félagsvísindasviði. Kandidatar úr sjávarbyggðafræði brautskrást einnig frá sviðinu en þau fá afhent skírteini sín við hátíðlega athöfn á Hrafnseyri þann 17. júní. En þau eru Anna Louise Gellen, Grace Polly Beaumont, Julia Ann Moore, Muskan Lamba og Rebecca Olivia Eriksson. Og þá er brautskráningu frá félagsvísindadeild lokið. Nú fer fram brautskráning frá kennaradeild og mér langar að biðja Guðmund Engilbertsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera með til aðstofar. Fyrst verður brautskráður kandidat með diplómu í forystu í lærdómssamfélagi en hann er fjarverandi en það er Jóhann Rúnar Pálsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplómu í menntavísindum. Aðalheiður Bragadóttir. Álfey Sól Arnfjörð Haraldsdóttir. Elisabeth Halla Konráðsdóttir, Guðríður Magdís Guðmundsdóttir, Hafrún Halla Ingvarsdóttir, Helga Lyngdal Þorsteinsdóttir. Hrafnhildur Valgarðsdóttir, Hulda Guðný Jónsdóttir. Íveta Borková, Kolbrún Þorsteinsdóttir, Örn Arnarsson. Og nú verða brautskráðir kandidatar með MT-próf í kennarafræði. Auður Jónsdóttir, Aðarbjörg St. Jóhannesdóttir, Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir, Berglind Pétursdóttir, Berglind Vala Valdimarsdóttir, Berglind Ægisdóttir, Bergrós Lilja Unudóttir, Bjarney Anna Sigfúsdóttir, Bjarney Sól Tómasdóttir, Bojana Kristín Besik, Brynja Ír Júlíusdóttir, Dagný Ósk Auðunsdóttir, Eva Björk Björnsdóttir, Eyja Drífa Ingólfsdóttir, Freydís Erna Guðmundsdóttir, Greta Ír Jóngersdóttir, Guðbjartur Daniel Guðmundsson, Guðbjörg Steinsdóttir Snædal, Guðrún Eygló Bergþórsdóttir, Halldór Ingvar Guðmundsson, Helga Rún Steinarsdóttir, Hildur Helga Sigurðardóttir, Hildur Rún Róbertsdóttir, Karitas Björg Tryggvadóttir. Katrín Lóa Traustadóttir. Laufey Harpa Halldórsdóttir. Natalía Ír Jóhannsdóttir Róblevska. Ólöf Jóhannsdóttir. Rakel Ingólfsdóttir. Sara Arnbjörnsdóttir, Sara Mjöll Magnúsdóttir. Sara Eik Sigurgeirsdóttir, Sara Þorgilsdóttir. Signý Bernsen.
Sigríður Ósk Indriðadóttir. Sigurbjörg Rún Heiðarsdóttir. Sigurður Már Vilhjálmsson. Sigurður Óli Þorvaldsson. Stefán Þór Ákason Reykdal. Steinun Agnarsdóttir, Silvía Guðmundsdóttir, Valgeir Sveinn Eyþórsson. Viktor Ingi Jónsson. Viktor Örn Valdimarsson. Yrsa Rós Brynjudóttir. Þóra Kristín Þórðardóttir. Þórdís Ása Guðmundsdóttir. Þórunn Ósk Þórarinsdóttir. Og nú verða brautskráðir kandidatar með M.Ed.próf í menntunarfræði. Alexandra Dögg Steinþórsdóttir, Baldur Þór Finnsson. Brynjar Smári Bragason. Diljá Rún Hjördísardóttir, Guðríður Helga Tryggvadóttir. Hui Yingqi Shi, Laufey Leifsdóttir. Malgortsata Eva Lagovska. Ófegur Númi Halldórsson. Silja Garðarsdóttir. Og nú verða brautskráðir kandidatar með MA-próf í menntavísindum, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Jóhanna María Agnarsdóttir. Og þá brautskráningu frá kennardeild lokið. Nú fer fram brautskráning frá lagadeild og mér langar að biðja Davíð Þór Björgvinsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplómu í heimskautarétti, Lindsay Elizabeth Arthur, Sune Tam. Nú verða brautskráðir kandidat með LL M-próf í heimskautarétti, Hrafnhildur Fönn Ingjaldsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með MA-próf í heimskautarétti, Erik M. Rubinstein. Mitchell Victor Sales. Neil Yuval Jansen. Svetlana Fomina. Nú verða brautskráðir kandidatar með ML-próf í lögfræði, Bára Einarsdóttir. Halla María Helgadóttir. Haukur Örvar Veje Guðjónsson. Lilja Guðrún Kjartansdóttir. Marteinn Kristinn Jónasson. Sif Hauksdóttir. Stefán Eli Gunnarsson. Og nú brautskráningu lokið frá lagadeild. Nú fer fram brautskráning frá sálfræðideild. Mér langar að biðja Richard Erik Dettinen, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar.
Ásta Guðrún Birgisdóttir. En Ásta hlýtur græn ritgerðarverðlaun frá Umhverfisráði Háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Og þá brautskráningu frá sálfræðideild lokið og þar með sviðinu öllu. Þetta gekk bara ljómandi vel, gattengin og þið öll glæsileg. Næst ætlum við að heyra ávarp fyrir hönd kandidata á framhaldsstigi. Við vil bjóða Hrefnu Hafdal Sigurðardóttur að koma hérna upp og við skulum gefa henni gott klapp. Aðeins að fá að væta verkefnum til öryggis. Kæru útskriftarnemar, rektor, starfsfólk og aðrir góðu gestir. Hrefna Hafdal heiti ég og það er mér mikil ánægja og sannur heiður að fá að halda ræðu fyrir hönd útskriftarnema í ár við þetta gleðilega tilefni. Í dag er dagurinn okkar, dagurinn sem markar endapunkt á löngu ferðalagi og jafnframt upphaf á nýjum kafla. Við erum saman komin á mikilli gleði stund í lífi okkar allra þar sem tilsettu markmiði hefur verið náð og gefur vísan til upphafs á nýjum kafla með nýjum tækifærum. Aldrei hefði mér dottið í hug að ég myndi hljóta þann heiður að standa hér og halda lokaræðu eða yfir höfuð taka það sem heiðri. Framar óöryggi, þar sem að sjálfstrausti til að koma opinberlega fram var ekki mitt sterkasta svið. En eitthvað hafa kjarkaæfingar í framsögn úr þjálfunarbúðum Sigrúnar Stefánsdóttur úr grunnnáminu skila sér með tímanum. Þó ég hef ekki haft trúað í þá, en dropinn hólar steinin vonandi. Í vetur þá vann ég að lokaverkefni mínu og varði stundum tíma hér upp í skóla á teppinu góða. Það rifjaðist upp hvað það gat nú verið gaman hjá okkur þegar við vorum þarna árin í grunnnáminu. Oft fram á kvöld, ýmist að fara yfir efni eða hlýða hvort öðru yfir. En í vetur fékk ég að vera þess aðnjótandi að klára mitt loka ár í þessu námi samhliða 2 dætrum mínum sem voru að hefja sitt fyrsta ár síðastliðið haust í HA. Þarna sá ég einstaklinga á misjöfnum aldri úr ólíkum áttum með misjafna ábyrgð og hlutverk. Sumir eiga börn en aðrir þurftu bara að spá í því hvað ætli sé í matinn heima. Og aðrir spá í því hvað þeir þurftu nú að elda fyrir sitt fólk. Það var gaman að sjá þau vinna saman og láta ekki hið ólíka trufla heldur einblína á sameiginleg markmið og ólíkur bakgrunnur var það styrk, frekar en hindrun. Þarna þegar ég hugsaði tilbaka sá ég hversu mikið vatn hefði runnið til sjáar í þessum efnum sem hafa einmitt styrt mann fyrir þá sjálfstæðu vinnu sem tekur svo við í framhaldsnáminu. Fyrir mig persónulega hefur þessi tími í háskólanum verið lærdómsríkur á svo mörgum sviðum. Í fyrstu þá hélt ég að námi snerist að læra staðreyndir, hugtök, kenningar og aðferðafræði, en hefur komið í ljós að námið felur í sér svo miklu meira en það. Að útskrifast með nýja gráðu felur ekki einvörðungu í sér að fá nýjan titil eða ljúka ECT-einingum og fá plagg þess efnis. Að ljúka námi nefnilega einnig ferðalag sem felur í sér aukinn þroska og reynslu þar sem reynt hefur á köflum mismikið á seglokkar. Og þol. Ferðalag sem getur nefnilega falið í sér persónulegan vöxt sem leiðir til sjálfsþroska, sjálfstæðis og styrkingar. Í námi tekst maður á svo margt. Maður þarf að takast á við ýmis verkefni sem reyna á streituþol okkar, sem getur falið í sér að þurfa að takast á við eigin tilfinningar sem margt styrkir okkur þá á endanum. Við lærum inn á samskipti, samhugð og umburðarlyndi fyrir okkur sjálfum og öðrum. Eða í sumum tilfellum lærum við einnig að setja mörk og standa sterk fyrir okkur sjálfum ásamt því að gefa og þiggja í víðum skilningi. En farsæl samvinna og samskipti er ekki eitthvað sem við eigum innra með okkur, heldur eitthvað sem við þjálfum og þróum áfram og lærum af reynslunni og komum með sterkinn í aðstæðurnar.
Ég hef oft hugsað hvað það sem að drífur mann áfram á hinum ýmsu verkefnum og eitt víst að þetta ferðalag felur ekki í sér skjóta hamingju eða augnabliks ánægju eins og líkt með að fá sér ís eða upplifa ávinningserfiðisins strax. Fyrir mér felur nám í sér aðri hamingju sem dýpri og kemur til með að endast til lengri tíma. Við höfum margsagt og örugglega mörgsagt að einn daginn verður þetta allt þess virði og í dag sá dagur. Þetta stundin þar sem þið fáið að staldra við og segja þetta gat ég og þetta gátum við. Hver og einn með sínar aðstæður, sínar áskoranir og sín eigin markmið að leiðarljósi. Aðstæður geta oft breyst á svona ferðalagi og hindranir komið úr ólíklegustu áttum þar sem að lífi bankar upp á þegar við síst kærum okkur eða teljum okkur ekki í stakk búin til að takast á við það. Við komum mörg úr ólíkum áttum og mismunandi sviðum en öll eigum við það sameiginlegt að hafa lagt okkur fram, sýnt seglu, þrautsegi og metnað til að klára það sem við byrjuðum á. Það svo ótrúlega dýrmætt og verðskuldar virðingu og stolt. Ekki bara í dag, heldur einnig í framtíðinni þegar við höldum áfram að leggja okkur fram, hver í sínu fæi í samfélaginu. Nú á dögunum var ég stödd með kollegum mínum á ráðstefnu í Helsingi, þar sem Evrópusamtök í líknarhjúkrun stiltu saman strengi sína með kynningu og nýjustu rannsóknum á sviðinu. Þar fékk ég tækifæri til að fræðast stöðu og þróun fagsins á alþjóðavettvangi. Þar var mér hugsað til þess á einni kynningunni að þetta hefði alveg geta verið ég þarna uppi. Að kynna mína vinnu og mér var hugsað til allra vinnunar og flækjustigin sem var búið að ná að greiða úr til að náð saman í þá vitrænu heild sem að verkefni mitt endaði svo í. Það var ekki laust við að ég upplifi bara smá stolt fyrir verkinu og það má. Þetta einnig sú vegferð sem ég að tala og felst í vinnunni að finna sína hillu, í persónulegum þroska og fagmennsku í að halda áfram. Njótum dagsins og horfum björtum augum fram á veginn með þakklæti og höldum áfram að auka okkur og okkar sviðum. Ég vil óska öllum innilega til hamingju með áfangan og þakka ykkur hinum í salnum innilega og kærlega fyrir að koma og gleðjast með okkur. Takk fyrir. Ykkur Hrefnu kærlega fyrir þetta. Ég var búinn að lofa meiri tónlist og ég var að standa við það. Við skulum fá hann Ágúst aftur hingað á svið. Ágúst ætlar að þessu sinni að taka lag sem við getum öll sungið með, af því að það var vist ekki hægt á hann. En þetta lagið Gefðu allt sem þú átt og höfundur lagsins Jón Jónsson og höfundur texta Einar Laufdal Gunnlaugsson. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, hæ aftur. Herri, ég ákveður að syngja eitthvað svona hressla eins og Gefðu allt sem þú átt eða eitthvað. Þannig að ég ákveð bara að taka Gefðu allt sem þú átt. Þetta svona góða skilaboð í þessu. Nú með ég syngja með Á meðan með þeim blæs, skiptu þá þess að gæs. Á morgun mögulega allir við hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna þig. Þú veist að stóða lita þín á bara á. Svo gefðu allt sem þú á, ekkert á nervis fær. Gefðu allt sem þú á, þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú á, allt sem þú á. Frumurinn getur ræst. Nú erum við búin að sitja óslega lengi og það fólk hefur þreytt. Þannig ég með smá keppni fyrir ykkur. Þú ætlum að biðja alla, þeir sem ekki að útskrifast, þetta bara vandræðalegir gestir. Þannig að þið ætla að syngja á móti mér. Þið syngið Gefðu allt sem þú átt, eru klára það? Þetta skýrt? Þannig að gestirnir syngja með mér. Ok, bara gestirnir syngjum. Svo gefðu allt sem þú átt. Vá, ok. Ekkert á erfiðis fær. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Eissæs viðbót. Allt
sem þú átt, draumurinn getur ræst. Ok, nú er komið að útskrifta meistara diplómunemum. Eru til það? Það er stemming, það eru útskriftarveislu framundan og við syngjum. Svo gefðu allt sem þú átt. Ok, gæsahúð. Gefðu allt sem þú átt, þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt, allt sem þú átt, draumurinn getur ræst. Þetta var rosalega gert. Herru, nú eru þau sem sitja fyrir aftan mig. Eru til það? Þú gefðu allt sem þú átt. Ég heiti Ágúst, takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Ágúst. Jæja, þá er þessu að ljúka hjá okkur. Þetta tókst allt saman, það komst allir í mark, það datt enginn. Bara til hamingju með áfangan og þá staðreynd. Nú er boðið upp á kaffi og kröðir hérna í miðborg og svo væntanlega eitthvað sterkara fyrir þá sem ætli það í kvöld. Ég ætla ekki að skipta mér af því. En ég vil hvetja ykkur til þess að nýta ykkur myndaboxin sem ég talaði áðan. Ljósmyndararnir eru áfram hérna. En nú ætlum við að ganga á salnum og það er gert eftir kúnstarinnar reglum því að fyrst fara rektor, sviðsforsetar, deildarforsetar, kandidatar og loks við almúginn, aðrir gestir, við komum eftir. Þetta er svo jarðarför. En þetta var ekki eins og jarðarförir í kvöld, þetta var ljómandi skemmtilegt. Ég ætla ekki að enda að tala um þetta að vera eins og jarðarför. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidötum innilega til hamingju og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.